Hæ, ég heiti Hjálmar Jónsson og þeir eru að hlusta á Tvo fella. Hjálmar er hérna með mér. Þeir eru að hlusta á Tvo fella. Hjálmar Örn heitir hann, ég heiti Helgi. Hjálmar Örn er aðstofamaður minn Helgi er aðstofamaður minn og munið subscribe-ið núna. Þakka Hjálmar fyrir að vera hérna með mér í dag. Góðan blessan daginn og verið velkomin í glæníðan þátt af hlaðarpinu Tveir fellar. Í dag erum við með 2 gesti. Hvað segir þú? Ég ætla bara að segja að veist ekki að þetta er glænýtt ef einhverju hlusta á gamla á þátt. Nei, þetta er glænýtt maður. Þetta er fresh. Þetta er evergreen eins og hann Ed Sheeran segir. Menn ekki að því í laginu. Mér finnst það geggjað sko. Kalla það Icy Fire. Nei, það var eitthvað You're evergreen. Já, ok. Já. Allan, ég hugsaði bara við samþykjum þetta. Alltaf ég heyrði þetta og hugsaði, vá, tvillan góður að skrifa texta. Já. En þú veist, já. En já, allan í dag erum við podcastið Hæ. Já. Það er Hjálmar Örn og Helgi Sján. Já. Þeir eru velkomnir. Og hann var nafnið þitt alveg rétt. Ánægður með þig. Helgi Sján Klassens. Já, verðast það. Hjálmar er ennþá að ná þessu. Er það bara svoleiðis? Já. Og á morgun, þið eru með sýningu á morgun í Gamla Bíó. Já, það er live show á morgun í Gamla Bíó. Klukkan 8. Klukkan 8 og verður mikið veisla. Og er þetta fyrsta sýningin eða er þetta, þið eru búin að gera nokkra ekki? Þriðja sýningin. Þriðja sýningin. Þannig podcastið 3 ára. 2 ára. 2 ára. 2 ára. Ég held að það var 2 ára fyrra. Nei, það var 17. júní 2019. Það var líu, við reyndum að gera það eldra í fyrra. En, nei, bara við byrjum 2019. Já, bara saman ára við sko. Já. Við byrjum í desember sko, mjög seint. Já, við byrjum 17. júní. Já, ok. Það var eiginlega bara algjör tilvíðin sko. Nei, það var gjöf til Íslendinga. Fagnar sjálfstæðinu. Það var magnað sko. Já. Það tekur svo langa tíma fyrir þáttinn að koma inn sko. Já, það? Fyrst. Já. Það er að samþykja nú eitthvað. What? Á Apple. Já. Eru þið ekki á Apple? Jú, við erum að Ég man eftir svona, það bætist alltaf við svona Já, þegar maður situr í fyrsta þátt þá er þið svona að fara yfir þetta og það situr einhver í Apple og hlustur í gegn og er eitthvað, hvað er þetta? Svona smá VIP club sko. Já. Verða Apple hafa fancy sko. Það voða fancy sko. Ætlaðu að opna svona, nú er þeir komið í Apple með svona áskriftadæmi. Ætlaðu að gera það? Við erum með áskrift. Já, einmitt sko. Hjá Pardus. Já. Við höfum ekki skoðað þetta hjá Apple. Hefur þú eitthvað kíkt á það? Nei. Ég hef ekkert skoðað það sko. Það er eitthvað svona. Það er eiginlega bara alveg nóg að vera núna hjá Pardus. Og það þarf að vera svolítið all in í því. Sem við erum með að fara að keyra í gang núna. Í byrjun júlí. Það þarf að vera all in í því sem við erum ekki. Þannig að já, þú veist, það þarf bara að vera all in sko. Já, maður ætlar að vera, við erum að gera einn auka þátt núna á mánuði og fólk sem er í áskrift fær allavega myndbandsþættin okkar. En okkur langar til að gera meira heldur en það. Já, það er eiginlega svolítið málið. Eitthvað nýtt. eins og hvað það? Er þið með hugmyndir? Sko, við erum með alls konar hugmyndir sem hægt er að setja inn í áskriftadæmið sem að vera þá striktli fyrir þá sem er í áskrift. Það getur hort líka sko. Já. Ég var að pæla í með svo, eitt sem að Hjálmar er búin að vera að keyra svolítið, Single Friday. Single Friday. Hvernig virkar það? Ég var með Single Friday á snappinu mínu. Já. Og þá fekk ég fólk sem var single. Tók örstuðt viðtölvöðu og svona spjallaði. Og reyna að pimpa það út. Og reynda að koma þeim út. Það var engin sem Það eru yfir 30 börn sem hafa fæðist eftir að Hjálmar byrjaði með Single Friday. Nei, það var ekkert. Það var engin. Það er allir heldur meira að segja ennþá á lausu sem að voru Það voru 5 ár single. Það voru 5 ár sko. En ég hef reyndar ekkert gert það í mörg ár eða 2 ár. Þannig að Single Friday er mjög svona sniðu hugmynd sko. Já. Fór Hjálmar í það? Nei, Helgi fyrir ekki. Nei. Fór ég í Single Friday? Ég gæti verið. Jú, ég held það. Gæti verið. Ég er allavega þá lausu. Þannig að það er ástæðan greið það backfire alveg svakalega sko. Varst þú í Single Friday á Hjálmari? Já, nei. Ég kannski tekar upp núna aftur á föstudaginn. Já. Þið eru búin að keyra mig í gangi sko. Já, getur verið sko. Já. Þið eru báðir single? Já, nei, ekki Einar. Nei. Nú, ok. Einar er ekki single sko. Einar er á Bittunum við. Hann bara fekk nóg af mér og fekk sér bara kærti sko. Já, komið nóg af þessum. Sveitastelpa úr Selfossi líka? Nei, hún er á bænum. Já, hún er á bænum. Cowboyinu sko. Cowboy. Cowgirl. Ég var ekki að fulla nei, þetta hljómar illa. Ég var ekki nóg fyrir hann minna. Þannig fór það sko. Já. Var eitthvað sérstök ástæði fyrir að þið byrjuðu með hlaðvarp? Sko, nei, var það? Ég er náttúrulega búin að vera bara í 12 ára að reyna að gera eitthvað snuðt. Hvernig lendið þá nafninu Hæ? Það var nú meiri þraut að saga. Svona 50 til 100 nöfn sem vorum að fara í gegn. Agalega nöfn sko. Reyna að ofhugsa þetta. Við vorum næstuði búin að lenda á Kongarnir.
Já, Það er þetta það er agalegt Já, samt, sko. það var ekki gott Það er ekki eldspil í dag held ég. Keisararnir Já, sérarnir Það virkar vel, það hefur verið nummer 1 alltaf á podcast. Það eru konganir alltaf Já, efst. það er Jú, jú. rétt, það er rétt. En það er sko, við höfum svolítið hugsað þetta að ef að fólk er að hugsa nöfn og svona að þá er þetta ofta ekkert eitthvað svona langt. Fólk heldur að þau eru að koma með eitthvað svona alveg nýtt, eitthvað svona, ég sagði við Hjálmar, veist, þetta er ekki svona langt í burtu, veist, þetta er bara eitthvað sem við erum búin að vera að segja, þetta er eitthvað svona sem er þarna, sem við geta að finna eitthvað upp og nýtt, þetta er þarna. Og þetta er bara hæ er bara kveðja sem að við höfum notað mikið. Við komum oft hæ Komin í nýjar aðstæðir, fólk veist, eitthvað formlegt, við komum í staðan fyrir að koma sæll, sælir, sæl komdu sæll. aðeins létta andrúsloftið. Ég voru einmitt að tala um þetta í síðasta hætti. Já, akkurat. Þannig Þannig að svona er svolítið, skipt svolítið máli sko. Geta komið inn á svona léttri orku, Já. ekki svona setja allir einhvern veginn Nei. á hælana í vörð sko. Nei. Það er lent í því mikið að svona að fá þannig. Vörn. Já, Það eru sömur sem eru bara stífir sko. Já, bara svoleiðis. Það er bara stíft fólk Við að núti sko. náttúrulega sko, svolítið kannski okkar mátt að alvarlega þessi sjúkdómurinn er alvarleik. Já. Það taka svo alvarlega sko. Taka sig á alvarlega sko. Það er eiginlega upp á endir allra vandamáli í heiminu sko. Já, það er eiginlega bara held ég sem svona bara orsökin á því sem vesenni sem er í gangi í heiminum sko. Það er bara allir að taka svo alvarlega sko. Hver aldrei að byrja svona 18 eða 19? Að byrja að taka svo alvarlega. Aldrei sé bara hver krakkar að taka sér alvarlega. Já, ég held að krakkar samt eitthvað 3-4 sé eitthvað að taka svo alvarlega. Nei, þau taka sig kannski ekki. En það fer svona hægt og rólega að þú vilt að taka mark á mér. Það byrjar þessu sko. Já. Ég er ekki trúður sko. En ég heldur enda sko að börn taka mjög alvarlega það sem þau vilja. Það er hágrænja sko. Já, reyndar, já. Og ég held að þetta sé svona, þú veist, þegar maður heldur áfram að taka sig alvarlega í því að þú veist, fara að grenja við því sem hann langar í sko. Og maður er fullorðinn þá kannski gerir maður öðruvísi. Maður er bara svona stífur, svona svo krakkir sem fyrir fílu sko. Og við fyrir ekki að því að krakka bara hleypa þau öll út. Já. Ef þú tekur þau alvarlega þá ertu ekki, þú veist, og þau segja hreint út hvað þau vilja. Já. En fólk sem tekur sig alvarlega er í raun og veru ekki að segja kannski alveg bara beint út hvað þau vilja, heldur eru bara svona orðungst á svona stíf og hafa veitingi, það er svona fyrir að senda hugsanir eða það fyrir að vera eitthvað svona alvarlegt og þegar það þarf eitthvað en getur ekki sagt hvað það vill og þú veist, verður bara eitthvað svona gátur sem enginn kann að leysa. Nei. En ef við fyrir aftur í sýninguna hvað má búast við? Því við erum að fara að mæta hann á morgun. Geggjað. Það eru 2 fellar og svona. Já, auðvitað. Verður þið einu 17 ára? Er það málið það? Já, við erum búin að fara yfir listan þegar við einu 17 ára. Ég hugsa að þið séu youngest entrepreneurs sem er varðan inni sko. Er þetta bara meðaldra konur eða? Já, konur svona 72 plus. Hvernig að búast við hvítvinkunni bara? Salur hullar af hvítinskonum. Það má eiginlega búast við því. Nei, það verður mikið af hvítinskonum. En þetta verður, ég held að þetta verður sko, við höfum farið, þetta er 3. sýningin okkar og við höfum alltaf farið inn í þetta með svona sko ákveðnum punktum en svo leifum við svo svolítið að koma í flæðinu. Já, það var eins og við gerum hér. Já. Við erum ekki undirbúinir hingað en við erum líka bara með punta og svo bara svona. Já. Þetta er svona, eða bara til að bjarga sér svona, já, þetta er svona bara hækjan sko. Já. Og við viljum ykkar hækjur sko. Það er bara málið. Bara hjólastól. Bara hjólastól. Bara full on sko. Já, það verður, maður veit ekkert hvað verður hérna. Nei. Í raun og veru sko. Ég með grunnum að verða eitthvað fjör. Það er með skjá, mikrofón eða hvernig er þetta svona sett upp? Er þetta bara á sviði? Sviði. Já. Og bara róð þægilegt að vera þarna. Við erum með stóla sko svona optional en annars bara, þú veist, erum við eitthvað á ferðinni og alltaf og Já, við erum bara. En náttúrulega bara svona eiginlega tekja mann að standa upp sko, þú veist, og það er ekki eitthvað Hjálmar enda verið þreyttur í bakinu og stendur lengi. Það verður hægindi stóll þarna. Það getur verið að leggja sig með sýningunni. Það er nuttari, ekki með nuttari í miðri sýningu. Það er kósi. Þetta verður bara skemmtilegt. Þetta að byrja podcast þannig eða vera bara, eða fáið nutt sponsor. Það er bara þáttur sem þið eru bara í nutti. Það er þetta fara alveg góð hugmynd. Það væri svo hrikalegt. Þættirnir verið orðið þannig að við varum svona, heyrður, ég er að fara í klippingu. Í klippingu svona alveg á kantinum. Ég verið að klippa okkur, nutt okkur og jafnvel fótsnýrting á meðan við erum þetta. Svo steingleymið að segja eitthvað og það er ekki svona kortir sem við bara, já, heyrðu, alveg rétt. Það getur verið sniðugt sko. Við erum mikrofón fyrir fram okkur. Já, þetta er veisla strókar, þetta er algjör veisla.
þú veist, það er gaman að taka viðtölu fólk sem er að gera basically saman við að svona taka viðtölu fólk. Þú veist, hvernig er ykkar prósess svona að undirbúa ykkur? Það svona Hjálmar kemur inn, hann segir Helgi, kaffi, og ég segi Hjálmar, þú getur gert það sjálfur, og svo fatt að hann getur ekki gert það sjálfur þegar hann kann ekki kaffivélina, þannig að þá þarf ég að gera kaffið. Og svo þú veist, heyrðu gesturinn komin og Hjálmar segir, snöggu drengur og ég segi eitthvað, Hjálmar, þegiðu. Og þannig að það byrjar á svona, við undirbúum okkur með því að svona gera andrúmsloftið svolítið stíft og það verður svolítið stíft á milli okkar og svo fyrir gesturinn svona, svo fyrir við að rífast aðeins í byrjun af viðtalinu, þannig að viðtalið snýst um okkur tvo og ég sé sára að þurft að gera kaffi fyrir hann. Svo tökum við viðtal og í viðtalinu tala Helgi sjálfan sig ég tala svolítið sjálfan mig og svo kemur Hjálmar og fyrir í síman og er að skoða eitthvað í símanum, þá getur hann sér eitthvað í símanum sem, heyrðu, vissu þið, svo fyrir hann að tala um eitthvað sem er alveg ótengt viðtalinu. Þannig er þetta, basically eiginlega. Það er bara skemmtilegt. Já, bara hafa þetta bara mannlegt. Það er þetta mannlegt og áhrifa mikið. Það sem kveikir svolítið í mér er alltaf svona að fara svolítið svona inn á við, spyrja fólk svona, þú veist, svona hvað lætur að tikka og þú veist, og eitthvað svona fara eins í dýftina svolítið, sko. Hjálmar reynir að stoppa hann reynir að stoppa. Já, ég kann það svona, það er í mér, það er sér svona maður skynjar umhverfið sitt það sem Helga vantar í Helga, hann átt að segja ekki á því þegar hann er komin oft djúpt, hann er búin að grafa allt á djúpt og er ekkert að fara að komast upp úr og þá er Hjálmar uppi og hendir til hún kaðal og dreifur hann upp. Nú er Hjálmar til dæmis búin að vera sálgræna mig og þá myndi ég að segja, já, bara takast á hlutina og segi ég það, sko, svona, já, flott ég er Hjálmar, bara takast á hlutina. Þetta er bara, þú veist, þetta er ping-pong. Alltaf flottur, alltaf hress, svo heldur hann áfram. Þið sem talið að þeir eru með alveg heimavinnu, þið segið það alveg stundum svona, þetta er heimavinnan. Já. Er það bara líða? Hvað var það? Heimavinna, ég veit ekki hvað er að tala um. Er heimavinna, Nei, þið segið það stundum. Já, þetta er mikil heimavinna eitthvað, það sem þið vitið svona eitthvað fyrirfram, skilur, bara grafi eitthvað. Já, stundum hefur við gert það að hérna heyri í vini. Já, einmitt, það er alveg gert. Já, Hjálmar hefur nú kannski ekki haft frumkvæð því, en ég hef stundum Helgi gert það. Ég hef gert það, ég hef þá Líka hefur meiri tíma, það er svona minna að gera á hún. Já. Okkur hef ég meiri tíma. Já, þeir eru fleiri klukkutímar í sólhringni á mér. Og þeir eru byrjað að rífast. Já, það er bara svoleiðis. En næni, það hefur kannski bara svona aðeins gert eitthvað bakgrunnsjekka á manneskunni. Það var samband við eitthvað svona ættingi eða vinn eða eitthvað og láta koma eitthvað smá sögur viðkomandi. Svo gerðist eiginlega bara langbest með Evrúsu, Önnu Svöfu. Það var briljant að mér bæði, sko. Já, þeir hringdu bara í fólk. Já. Það er bara í viðtalinu. Gísli Martin, við hringdu líka fengum smá að gera hann. Já. Það var alveg fínt, sko. Já, líka bara hringi fólk, bara heyri ykkur og bara láta síman vera við og bara það er í raun og veru er þetta, þú veist, ég held að podcasti ástæðan það er svona vinsælt er að, þú veist, ólíkt svona einhverju útvarpi sem er svona formlegt og svona má ekki mikið fara út á handrituna, þá er það bara svona fólk vill þetta er eins og ég manni, þú veist, eins og það framhaldsskóla útvarp hafa verið. Já. Ég oft lent inn á svona framhaldsskóla útvarpi. Já. Og það er eitthvað svona spennandi við það þegar svo sammála því, það er svo gróft. Nei, heyrðu, þá landar mikrofónin með glasinu. Nei, ég er sammála, ég hlust ofta á svona framhaldsskóla. Já, bara því að það er bara eitthvað svo vilt. Það er bara, Gunni, oh my god. Það er ringjandi einhverja vini sína. Já, það er eitthvað svona spennandi bara við það að vera að fylgjast með. Ég meina, svo hlustar á hinastöðunar, það er allt orðið svo klift og skorið og allt orðið. Já, það er líka bara á handriti. Já, allir á handriti og þessi lög og þessi auðlýsingar og þetta voru að koma inn og eitthvað svona. Ég meina, svo eins og bara maður situr einn í heitapotti, svo er eitthvað fólk við hliðina maður að tala, maður er bara dottinn inn í bara eitthvað svona sögu bara hjá fólki sem maður þekkir ekkert og það er bara að tala um eitthvað sem maður veit ekkert hver er, en þetta er bara svona já. Þetta er bara þannig. Já. Ertu bara að fá að randa fólk þá bara í heitapottiðin? Já, það er að mæta í sundlegan. Þegar ég mætti ennþá í sundlegan. Það er hættur að mæta í sundlegan. Það er alveg hættur? Já, ég veist, hann er bara alltaf heima, þér ekkert. Það heita bara þeim sín, þarf ekki. Já, en þú veist, það er samt ákveðin missir í því, sko. Ég er svolítið að rókslega þægilegt að vera með bótt heima á sér. Maður getur mikið gæði, sko. En svo er alveg þó maður hitti jafnvel enga sem maður þekki í sundi eða þú veist eitthvað, þá er alltaf svona, það er ákveðið svona félagsleg þörf sem maður hefur, bara til að hitta ókunnugt fólk eða sjá eitthvað eða bara svona, þú veist, fara á annan stað, heilsa fólki, hlusta á einhverja sögur sem maður, þú veist, þegar maður er ekkert í því, þá fattar maður því að ég fer ekki á neitt vinnustað. Nei. Ég er bara, við erum með stúdíóð heima og veist, allt heima og ég er mikill svona einfari
Ok. og en svo ef maður verður of mikið eitt þá byrjar maður að finna svona fyrir sting af því sko, það verður svona svolítið krefjandi sko. Og það er að komast út á meðal þá fattar maður bara, ég þyrfti kannski að fara í sund eitthvað annað heldur en þannig að hvíldin getur oft verið svo sko að hitta aðra. Já. Fólk heldur að þurfa oft að vera bara eitthvað svona ég þarf að vera heima og eitthvað. Það getur oft rosalega gott að fara bara aðeins út og hitta eitthvað sko. Geggja, fara svo burger Já, hitta og aðeins að spjalla og vera með, og þú ert meðaltalið að þeim 5 sem þú hangi með. Já, mikið rétt sko. Það er mjög mikið rétt sko. Það reynir að hanga í kringu svona jákvætt og skemmtilegt fólk sko. Myndur þú segja að Helgi væri jákvætt og skemmtilegt fólk? Já, engin spurning sko. Hann er mjög stabíl, skapstabíl. Frábært. Fyrir utan náttúrulega en að einhver gerir mistök þá refsar hann refsar hart. Nei, þetta sé bara ég sá þetta núna á TikTok, ég var að horfa á TikTok og það var Earl Nightingale, getur það ekki verið? Nei, við getum bara að tjekka það. Það var magna dæmi, það var eitthvað svona eldri maður og philosopher. Þannig dæmi. Já, og ég er svo gaman á því oft kemur svona eitthvað svona vídeo og hann var að mynda að tala þetta sko, ég held hann að skrifa bók. Já, er það ekki? Jú, þetta er fullt af fullt af svona, og ég fór eitthvað að horfa á YouTube, bara eitthvað eitt vídeo og segir horfðu á þetta vídeo, þú veist, á hverjum degi og þá var hann bara basically að segja positive things happen to positive people og það er, þú veist, er allir í sama og tekum bara eftir því að fólk getur verið í sama spíralunum bara endalust sko, og kemst ekkit út úr því, þannig að það er einhvern veginn alltaf það er alltaf í þessu neikvæðna dæmi sko, og það er jafnvel búið að hrúa þá að sé fólki sem er svoleiðis líka. Það er svo erfitt sem stiður endalust við það og svo erfitt að stiga út í því sko. Í staðan fyrir að sért bara með fólk sem er kreatív og skemmtilegt og jákvætt og er bara, gerum þetta bara þú veist bara svona sko. Já, er það mikið á TikTok? Já, ég er nú alveg við skoðum á hverjum degi. Já, ég byrjaði reyndar að horfa meira síðan ég var Þú er ekki sett neð TikTok inn? Nei áður en ég fór þannig að halda sér mysterious sko. Halda sér rosalega mysterious. Nei, ég fæ mína svona creative svona útrás fyrir mína sköpum bara í gegnum Instagramið og svo podcasti sko. Ég sé ekki alveg eitthvað að fara að byggja upp eitthvað international gathering á TikTok sko, eða þá eitthvað íslenskt, mér finnst það bara svona ég sé ekki alveg pointi í því sko. Nei. Fara að selja sig eitthvað, með Getur verið old curly old hairless, old baldy. Ég geti verið old baldy? Já. Ha. Já, nei, ha. Já, ha. Hann er sko hann er flottur. Ég heiti Lil Curly. Við vorum með hann fyrir viku síðan. Já, við vorum í Við vorum með hann mér yfir það þing. Það er geggja, það voru ekki Ég voru alveg sem hvíta Jú, hafið farað á það. Hoppuð niður það? Klættir? Nei. Come on, jú, það er svo geggja sko. Já, það er fárlega næs. Maður er alveg 3 sekundur í loftinu sko. Já. Málið er að ég er búinn með hoppudagana mína. Já, maður er svona Ég fór fram af Þið áttur 17 ára strákar. Já, þið eftir að The gera world is yours. Það er svolítið þannig sko. Sko, ég er bara, þú veist ég hoppaði Bandaríkjunum fram að 21 metra háan kletti. Já. 21 metri? Akkurri? Þú veist, hvar? Hverju? Nei. Það er eitthvað Það var bara eins og þarna, bara eins og í Hvítá. security. Það var bara í þjóðgarði í Bandaríkjunum. Gast bara farið fram á svona kletti sem var bara það hár að þú bara horfið niður og þú bara þetta var eins og að horfa neðan úr flugvél bara á vatni sko. Og þá alveg, þú veist 3 sekundur í loftinu og þú veist þú ert alveg að detta svo ógeðslega lengi. Ástu lengi? Bara getur reiknað út, já, mínútu að falla. Svo hef ég farið í fallífastökk og svona og ég er alveg búinn að svona Nei, ég er ekki einu svona vesinni sko. Málið er að ég er ekki heldur adrenalín fíkill sko. Ég fíla ekki svona eitthvað, þú veist, þetta en það sem ég fíla hins vegar við það var, þú veist, að taka svona, þú veist, gera hluti sem ég þori ekki að gera. Þú veist, mér finnst það að vera svona eins og bara, ég var bara sko þegar hugmyndin að fara í fallífastökk fyrst skipti kom upp, þú veist, ég bara lamaðist í hnjánum sko. Ég var eiginlega hálf andlaus bara við tilhugsunina sko. Og þegar maður lendir í því að, þú veist, vilja setja svona áskorun á sig, bara gera eitthvað sem hún þorir engan veginn að gera og gera það samt, fær maður rosalega mikið svona, þú veist, að myndast svona ákveði sjálfsverði. Já. Að svona stíga út, þú veist, þegar ég fór í þetta fallífastökk, það var þetta í Prag, ég var að ná með þar og bara nóttina fyrir bara svaf ég ekkert og morguninn og ég keyrði og svo er bara eitthvað dauðþreyttur og mættur upp í einhverja
eldgamla flugvél sem eitthvað þú veist, var rétt kemst upp í loftið einhvern veginn og svo ertu bara alltaf mættur og bara horfir út þú veist, fyrsta reynda sem maður sér sko, það er þegar annað fólk hoppar út úr flugvélinni og það er alveg svona óraunveruleg tilfinning að horfa á einhvern fyrir inn í flugvél og svo bara fara hann út úr flugvélinni bara í loftinu, þú veist, og bara rosalega læti svo er maður alltaf bara sjálfur komin í gatið og syngur höðun út og það er svo mikill vindur og getur ekki andað og svo bara einhver kall með þér og bara svo bara hoppa og svo bara en svo er svo fyndið eftir svona 10 sekundur þá er maður bara í loftinu þú veist þá ertu bara að detta Þú er svo til í Ég er þetta á næstari sko Ætlaði að fara næstari? Já, hlum til London eða New York annarkvort. Ok Það eru merkja sko og þú ert bara að detta í loftinu og þá einhvern veginn ertu ekkert hræddur lengur þá er maður bara eitthvað ok, nú er ég bara eitthvað og horfið niður og þú sérði ekkert að þú sértu okkur miklu hraða því að það er engin, þú veist, afstæða við neitt þannig að þú veist, ég er svona farið yfir og það var eiginlega erfiðara nánast síðan að hoppa fram á klettinum hann á 21 metrar því að það var ekki enginn sem var eitthvað svona gæta mann, það var bara ég að hlaupa því að klettur var svona að koma aðeins maður ert að hoppa, veist, það var ekki bara svona að taka eitt skref, þú ert alveg að taka svona tilhlaup Það er svona rasi ekki sko Shit, það var vesen sko þannig að, veist, en svo lendir maður í vatninu og það er svo mikill skellur mér finnst nánast eins og að lungunum myndi falla saman þannig að þegar það komið svona 6 metra hæli ég var alveg hópur að ég hef ekkert að sanna hérna ég er búin að þessu, takk Það var reykala gaman í þessari ferð samt sko Já Hvíta og alltaf skemmtileg Já, ekki Við erum svo miklu adrenalin fíklar sko Já Við alveg bara elskum að fara í alls konar svona þú veist, fara hátt upprenda fyrir mér er ekkert eitthvað spes eða bara rætt upprenda er ekki Já Sko, með þáttinn ykkar, ég byrjaði að hlusta á hann fyrir löngu sko Já ekki fyrir að, svona 1 ári, 1,5 Ok Já, ég er ekki alveg viss, ég er ekki alveg með tölum að þessu En allan að Ég man bara að það varst addicted Já, ég var alltaf addicted, ég er búin að hlusta allar þættina síðan þá glæsilegt. Og þetta er svaka skemmtilegt sko Takk fyrir það. Það sem ég er skemmtilegt í þættina er að við svona, maður kynnist ykkur skilur Já Þetta er ekki svona eins og við til maður hótt svona fyrst til maður var á podcasting tips maður bara, já, bara voru að þegja, bara að hlusta á hérna skilur En þið skilur, sem maður respektar alveg þið skilur tala alveg um ykkur líka skilur Já Og líka, þetta er svona fyndið og svo líka er þið með svona mikla reynslu til að segja frá skilur Já Það er svona valuable tips sem maður fær hann Já, reyna að miðla reynslunni til gamlir menn sem hafa eitthvað að segja frá löngu lífi Já Nei, við höfum alveg gaman að því minna það er svo stutt síðan við vorum 17 ára sko. Já, ok Það er samt mjög langt síðan sko. Það er mjög langt síðan Það er langt síðan, Það er samt svo stutt síðan við vorum það sko. Ég skilji það er endar Í 47 ára, 30 ára síðan ég var 17 ára shit, ég er fertur þannig að 23 ár Já en það er bara þannig að þú veist, þið kannski horfa á okkur eitthvað svona eldri kallar svona og ég mann þegar ég var á þessum tíma þegar ég var 17, maður horfði á okkur sem var fertur og hann var bara eldgamall Gjössalega búið sko sko tímaskinni breytist svo mikið með aldrinum maður er bæði blindur og aldur maður sér ekki lengur aldur maður bara svona horfir eiginlega í andlita á fólki og svona reynir að sjá hversu slétt húðin er í kringum augun þá svona þannig reynir ég að lesa aldur en að því að svo verður aldur bara gjössamlega afstæður og þú veist, gaurar sem að, þú veist, fólk sem er jafngamalt og ég maður horfir á það, þú veist, bara, þú veist sumir bara líta mjög unglóð en svo eru sumir sem er bara, þú veist, ertu 70 skilur og ég er sko 20 fólk, 23-4 bara, það er orðið svo gamalt í hugsun og það er svo stíft og eitthvað, þú veist, það getur verið bara sko 60 þannig að aldur hættir að verða svona Það er að pæla minni í honum þegar það líður árin sko Já En ég var alveg þar eins og Helgi var bara, þú veist, maður 19, 17, 18, 19 ára sko og einhver var 30 eitthvað, það var bara ekkert mikið eftir sko Nei, maður hugsaði Ég veit líka ekki hvort bara það er breyst, er þetta ekki einsamt í dag eða? Já, mér þið ekkert vera að Nei, svo náttúrulega er bara líka eins og ég var að vinna með einum manni sem var, ég var 23 og hann var 40 og ég var bara, ertu 40? Hann var svo að hissa sko hann var alltaf kátur, alltaf í góðu skapi einhvern veginn, alltaf hress og svona og bara léttur og ég gati ekki ímyndum að hann væri eitthvað gamall ég var svolítið hissaður átt að maður væri 40 sko. Ég held að sé bara viðhort lífsins líka hvernig eins og Helgi var að tala sumir eru bara gamlir alveg rosalega ungir sko. Því eftir að finna fyrir því fara í Union 25 ára eitthvað sko.
það verður lið þarna sem þeir eru bara, jæja, hvað er í gangi hérna sko. Hafið þið farað svona reunion? Skemmtilegt sem ég geri. Já. Mér finnst það geggjað. Ég man að við skrifum eitthvað svona bref sem við settum í kistu eitthvað í grunnskóla og svo þegar eitthvað rúni og það er að opna eitthvað. Ég man ekki eins hvað ég skrifaði sko. Ég skrifaði voða cheesy eitthvað svona, ég líti upp til þessa og eitthvað svona. Ég skrifaði eitthvað, fyrirmyndi mín er þessi hérna tveir. Það var með þess að Þorgrunni Þráðsson, ég skrifaði það. Já, þið töluðum hann í síðasta þætti. Þið töluðum að hann væri búin að fara 1 hlaðvarp. Það er okkar hlaðvarp. Nei, var það svoleiðis? Það er svoleiðis, það er eina hlaðvarp sem hann er farið í Því að hann sagði okkur líka, hann fer ekki inn hlaðvarp en hann kom til okkar því að við vorum svona ungir og hann var nýbúinn með fyrirlestur í okkur og ég svona leiti upp til hann skilur hann ég spöðum hlaðvarpið en hann grét hann til að koma og ég rettaði hann sko og hann sagði skilur, þetta er eina hlaðvarp Þurftu að borga hann einhvern pening? Nei Hann gaf okkur 3 til að vera 1 podcast og 17 líka þurftu að borga hann 200.000 á mann sko hvað var aftur að tala um? Þorgrím? Já, áður en það 17 eitthvað Aldur, já bókin eða sem settu því var þetta fyrir Já, það er drasl Já, settu því og var þetta grafið niður eitthvað svona eða? Þetta er eitthvað geimt einhverstaðar, ekki? Já, eitthvað kallar eitthvað Já, eitthvað svolítið Já, svo er þetta opnað eftir eitthvað mörg ár Ég man ég skrifa bara þetta eru vinninir Þetta eru vinninir í dag eitthvað svona Þú skrifaðir, ef ég verð feitur og eitthvað einmann Nei, ef ég verð ekki ríkur þá þarf ég að drilla mig til að gera eitthvað Já, ríkur Hvernig er opnað þetta? 25 eða? 10 ára held ég 10 ára, ok, já, cirka Hvað var 26 ára það? Já Það verður gaman sko Það verður alveg áhugavert að sjá þetta sko Ég skrifaði svona bréf þegar ég var í mastersnáminu Þá áttu að skrifa svona bréf sem að við fá síðan sent til okkar eftir 5 ár Já, cool Fyrstu það? Heyrðu, ég skrifaði svakalegt bréf Ég held ég hafi skrifað, ég ætlaði að vera búin að eignast tæknifyrirtæki Já ok, en nei, svo bara klúðruðu sig, þetta var Shell þetta var svona lið sem kom svona frá Shell stórfyrirtækinu og þeir voru að halda þetta og þau alveg við skrifum þetta bréf og ég gaf upp, þú veist, bara heimilisvangi og pappa það er ekkert breyst það var ekkert breyst en þetta bréf kom aldrei í posti nei, það er ykkur annar en ég hefði líka ykkur annar hvað er Helgi að skrifa en sko ef ég hefði lesið það sko 5 árum setna það er sko ég hefði líklega verið byrjaður með menn.is með svona sem er tæknifyrirtæki á netinu en það fór talsvört öðruvísi líf mitt heldur en ég held þannig að til að gerast hvernig sjáu þið ykkur strákar eftir svona 13 eftir svona 3 mánuði 13 mánuði það gerist alltaf hættum að rólingur 30 þú getið 8 á spólu þetta núna sko. 8 á spólu bara... 8 á spólu já, er þetta ekki tekið upp á spólu? Jú, þetta er kassetutæki ég held ég muni búið í Reykjavík sko. ég sagði alltaf þegar ég var yngri ég ætla að búa á Selfossi ég held ég mun aldrei búa á Selfossi sko. er það ekki? nei og ég vinni í einhver svona ég held ég mun vinni í einhver svona fjölmiðladóti í einhverju? svona fjölmiðladóti fjölmiðladóti já, verður einhverju svoleiðis einhver sjónvarp, útvarp já, langar að vera því já eða þú? Ég ætla að taka fasteignasalan og fá mig leyfi og eftir 13 ára þá vil ég eiga kannski svona 6 íbúðir og leigja þær út það er bara sem ég vil gera og bara, lifa lífinu, ferðast, eiga börn kannski svona 2 og búin að fara í fallegast já, gera það næstu ári og vera náttúrulega líka ég var alveg til að vera með podcast eða eitthvað bara allan að tengslanett living the good life lifa good life, og tengslanetti það er náttúrulega gott sko það er nú vita þetta þegar ég var 17 ég ætla að vera fasteignarsali, ég verð með 6 íbúðir 30, ég var ekki þarna hvað varst þú? ég var meira bara svona ég hef ekki hugmynd sko. ekki hugmynd? já, ég er svona pínar það er líka bara allt í lagi sko. að vísu var ég alveg snemma svona 18 var ég farin að lesa markmiðabækur þú var það? já, maður var alveg að velta þessu fyrir sér sko. en ég var svo maður var samt svona lítill í sér sko. já þú veist, ég man eftir ég átti bókina How to Win Friends and Influence People Dale Carnegie sem okay. Með Carnegie námskeiðin þú fórst líka á Dale Carnegie námskeið nei, ég gerði það nú ekki sko. varst aðal kallin þar nei, fór aldrei var með eitthvað, það var í ykkur það er fínt sko nei, ég fór ekki svona námskeið sko. jú, hvað heitir þetta? sem fórst í hann var J.C. eða eitthvað J.C. já, það var miklu setna það var bara þegar ég var 27-8 JCI
UFC á Íslandi. Nei, það var ágætið staður til að æfa ræðumennsku sko. Þú veist, það bara allir staðir sem getur farið og lært á public speaking. Það er bara svona, ef þú ert með þann hæfileika í lífinu þá ertu með mikið sko. Það getur hjálpað mjög mikið sko. Já, vegna þess að þú veist að þið vantar það. Þannig ég var nú búin að segja í podcastinu okkur, en þú veist, að sjá til dæmis einhverja einhvern sem er svona frumkvöl sem er að fara að selja fyrirtæki, að selja hugmyndina sína, búin að leggja allt í þessu hugmynd og er að biðja kannski 200 milljónir eða 300 milljónir til inn í hugmyndina, svo er hann að tala fyrir hann fjárfestuna og hann er svona yes, this company is next slide skelfur bara titrar og bara getur ekki flutt þetta sko. Þá er hann bara saman hversu góð hugmyndin er ef þú getur ekki kynnt hana, ef þú ert eitthvað svona bara skjálfandi að kynna hana. Þú veist, ég er ekki að segja að fara með hana því að góð hugmynd stendur undir sig sjálf en það geta, þú veist, það getur gott samt að en þetta er ógeðslega erfitt, þetta er náttúrulega fólk óttast jafnvel meira en að fara í fallegastök að tala fyrir svona fólk sko. Drenlinni sko. Þetta er alveg svona, en ef þú getur farið í fallegastök þá kannski getur þú tala fyrir svona fólk. Já, voru ekki með ræði í fermingunni ykkar? Það var ógeðslega þegar mér maður ég sagði bara gera svo vel. Þú tókst eitthvað svakalegt. Já. Ég ætla að vera fasteignarsali eftir, veitum við, fermast þú ná, það er eftir 5 það er bara 3 ár síðan þið fermdu sko. Er það bara 2 á mér sko. Ég bjóði Bandaríkinu þegar ég átt fermast, þannig ég fermdist 1 ári seinna. Vera bút Já, í Florida, Sarasota. Sarasota. Yes. Nice. Pappi var bara að læra sko. Hann er skólastjóri, hann var að taka svona sabbatical. Fyrsta íbúðum mínu verður á Hringbrautinni. Hringbraut í spá verður 30 til 32, 30 eitthvað svoleiðis. Önnur íbúðum verður væntanlega í Kórakörunum. Þið eru business minded báðir. Smá svona. Já. Þú ert leigusali líka. Hann er með fólk sem býr hjá sér. Já. Og hvernig það? Að vera leigusali? Já. Hundlega. Það er svona, ég fær borgaði hverju mánu. Já, nice. Nei, svo náttúrulega eins og fyrir mig, þú veist, þá var það bara alveg mikilvægt að því að ég náttúrulega bý einn í minni íbúð og svo er, þú veist, íbúð hinum með við í húsinu og svo er íbúð fyrir utan og hérna 2 íbúðir? Já. Og vera að byggja 3 sko. Já, ég er að breyta garðskúrnum í svona stúdíuíbúð. Tek bara dýragarð Dýragarðurinn. Og hérna, en það er aðalega vill maður náttúrulega bara búa með fólki sem maður hefur áhuga að búa með. Og þetta er bara svona eins og velja gott fólki kringu sig. Við erum að borða núna saman á sunnudögum og elda saman þeim sem að hangi með. Mikilvægt okkar. Takka spurningarna. Já, fyrir spurningarna. Frá fellunum. Það eru með nokkuð spurningar frá hlustendum. Fellow fans of fells. Hvað kallið það fellana? Já, stundum smá cringy en við erum með hæjarar og þeir eru með fellarar. Hæjarar og fellar. Fellar spyrja. Ok. Herðu, hver er drauma gesturinn ykkar? Ég held ég myndi segja Björk. Já, þú myndi, er hún ekki svona stæðis bara, þú veist? Í alvörunni? Já, Björk eða Björgúlur Tór. Já. Þú veist, við erum íslenskum sko. Já. En þú Helgi? Ég held ég myndi sko, það var gaman að fara Russell Brand. Já, gænana í, hvað heitir það aftur? Hann er grínleikari og Já, Russell Brand, já, hann er sjálfur með podcast og hann er með YouTube og hann er free spirit guy sko. Já, við erum aldrei að fá hann. Ég held að hann myndi alveg koma sko. Já, við þurfum að fá hann enskunni podcast. Ef þið heyri bara hann er svona gæ sko, hann er mjög skemmtilegur, engin spurning. Hann er góður að flirta. Ég var að flirta. Ég veit ekki að ég var að horfa á flirting tutorial á hérna YouTube og hann með dæmi. Þetta er bara orðið svolítið sad. Eitthvað push and pull og eitthvað. Herðu Einar, maður að krakki að skoða bara svona explore, sjá svona að læra fólkinu og hann var ég var talsins eldri þegar ég var að pæla þessu sko. Já, ok, næsta spurning. Ok, þetta er góð. Hafið alltaf verið svona fyndnir? Já. Er þetta spurning, raunverulega spurningar frá fólki? Já. Ég seti þetta inn sko. Já. Við erum bara með 2 hérna. Við erum með nafn á fólkinu sko. Sko, já. Það er alltaf verið hjá mér. Máli er að sko, þú veist, húmor í raun og veru, þú veist, þetta er náttúrulega sjálfsbjargar tól bara. Já, það er bara að bjarga sér. Þetta er bara að bjarga sér. Þetta er eitthvað svona, ég sem að vera að fyndir í lífinu. Nei, þú bara verður það því að þú er bara ok, höllum líka við með ef við segja þetta. Þetta er bara það sko. Svo bara heldur áfram að segja það. Það er skemmtilegt að vera skemmtilegur. Byrjar á því að vera skemmtilegur, svo endar á því að vera fyndið. En svo endar þetta á því að þú þarft að raun og vera að fella grímuna sem að því að endar með trúður en grænjandi sko. Já.
þá ertu þú svolítið að fatta bara ok, ég get ekki bara verið trúður, ég þarf að vera eitthvað meira. Já, þannig þetta sko. Þið þekki þetta. Já, maður þekkir þetta alveg. Það er að tala eitthvað svona foreldrar á Facebook, já, krakki minn, hann er alltaf í skólanum, hann er svo fyndinn og svo kemur hann heim og er vælandi og það er ekki nóg gott sko. Nei, þetta er náttúrulega bara eins og ég segi, þú veist, svo er þetta bara eitthvað sem þú grípur í, sumi grípi í eitthvað annað, það er fullt á öðrum sumi grípi í húmorinn og aðri grípi í, þú veist. Það eru sumi sem er sérstaklega svona sem að ég er bara allt svo kaldhæðin sko, maður er svo kaldhæðin sko, þú veist, og svona en þá fattar að kaldhæðin er raunur bara leiðin þín til að þurfa aldrei að svara neinu og enginn viti nákvæmlega hvað þið líður með hlutina, þú ert allt svo kaldhæðin þá er raunur þorir bara ekki að segja hvað þið finnst, það þú ert alltaf og það er nú klassíst að fólk segja í svona hluti grínu nú á bara að vera svona, nei, það er ekki næst þú veist, en það er raunur bara ógeðslega nasty sko. Já, alveg hárrétt. Spyrum facts bara. Kaldhæðin er vörn hérna veiku, hefur stundu verið sagt. Já, það. Nei, ég var reyndar að grínast. Þetta er ekki satt. Ok. Helst þetta hvað ég gerði þarna. Hvernig kom Hjálmar upp með hvítinskunna og hvernig var hún business? Já. Hún var til bara eiginlega. Það kom ég að segja, Hjálmar basically bara hermdi beint eftir konu sem hann sá og hann það hefnaðist ekki alveg þannig að hún myndi fatta en það kom einhver karakter út í því og svo var eitthvað sem sagði hei, værið þú til að koma að vera þessi kona en það var bara, þetta er bara eiginlega nákvæmlega þannig sko. Það var bara kona sem ég var alltaf með á snappinu og svo bara fór ég einhvern veginn út og settist út og bara þetta var ekkert eftir en eitt, ég fann einhverja hárkollu var litt, settist með teppi út og talaði bara alveg sem hún talaði á þessu snappi sem ég sá, nánast og ítti það bara aðeins upp sko og það var bara allt vittlust, bara Facebook og allt og bara einhvern veginn tengd allir við þetta, þekkt allir einhvern veginn kring og þá var svolítið hvítvinni einhvern ástæðum að detta inn svolítið kannski er alltaf verið, ég veit það ekki en það var svona miklu meira að konu var að fá sér hvítvin og það mátti vera hvaða dagu sem er og þú veist, það var bara gaman það var bara svona tengir inn í svona ákveðna bylgju svona, þetta er svona að vera svona andleg samt vera að fá sér og vera svona einhvern veginn gett frjáls og svo var þetta bara einhverjum business bara allt í einu, bara þú veist að bara fólk fór að bóka þetta í gæsanir sem bara, og ég veist ekki hvað ég átt að gera í fyrstu giggánu sko, ég bara skildi þetta ekkert hvað ég að gera, ég manni, ég sagði Helga ég var þú veist bara einhverjar 5 mínútur inni í fyrstu giggánu. Ég man eftir því núna þú sagðir, þið fannst ekki gaman að vera hún. Já, það geti alveg verið sko. Ég man eftir, hann var að fara fyrstu giggin ég er ekki alveg að fíla þetta og ég skildi alveg að þetta er bara svona að klæða sig eitthvað upp sem kona og mæta bara eitthvað fullt af fólki fullt eitthvað og ég vissi ekki alveg hvað átt að gera með hennar svo er ógeðslega magnað sem ég gerist út í að segja þetta sem er alveg rétt er að ég held að síðan verið komfort í karakterinum þegar ég fyrir að fíla að vera í honum og núna get ég farið með hennar miklu lengra og ég miklu meira, þú veist, ég get verið miklu lengur sem hún, eina sem hann kemur með fyrir ég get verið lengir sem hvítskoran er röddin þetta er svolítið þetta reynir svolítið þetta er alveg og ég finna alveg eftir svona 3 gig þá er ég alveg svona við heldum sýningu í februar það sem við vorum búin að auglýsa hvítvínskonuna nema Hjálma var að gangi í gegnum eitthvað svona sem hann gerir svona 2-3 ári að fara í svolítið svona að vera hóstandi það er bygglega svona 35% að hæ þáttum þá Hjálma og en þá var hann svo rámur þannig að það hvítvínsskonan kom á sviðið þá var það jæja, komið sæl ég er hvítvínsskonan við fengum mér í sig að senda eftir sýninguna átti ekki hvítvínsskonan að koma jú, og með hálsbólgu hvítvínsskonan það er mikilvægt á röddin en það er líka bara algengt í öllu sem maður gerir að fyrst það er ekkert gefið við höfum allt svona hugmynd ég bara fer að vera hvítvínsskonan og það er bara eitthvað gaman og svo bara það er ekkert vist að alltaf því verði skemmtilegt og fólk hættir bara að gefast upp og eitthvað ég alveg ísili ekki að gefast upp á þessu bara ekkert mál ísili sko bara nei ég er ekki að gera og ég lendi um daginn þú veist voru gig og þá voru svona stóru gigi fyrst voru svona einhver ammæli og eitthvað fólk voru að bóka vildi fá hana og ég bara eitthvað hvað er hún að gera okkur svo fyrir gig um daginn og voru 4 konur Já, bara saumaklúbbur bara 8 að vera 9 eða 10 eða eitthvað það voru bara 4 og ég kom inn og það eru 4 bara hann bara svona, veist og þannig ég setti sem hvítvínsskonan og talaði bara í einhvern korter bara, var bara svona spjalla við þar og ég hugsaði bara þetta er eitthvað sem ég ekki geta gert fyrir 2 minúti, maður svona komin í komfort í karakterinu sko. Líka það sem fólk er ekki að gera þessi grein fyrir að eins og fyrirtæki sem rekur hvítvínsskonu í dag það er að velta yfir 100 milljónum á ári þetta eru 100 milljónir
I wish Giggi kostar 5.200. Þetta þýðir það, hann að skemmta sig hvítuskonan yfir 30 sinum á dag. Hún búin að finna Sugar Daddy hvítuskonan? Nei, hún er ennþá single. Ég held að hún verði bara eins og Bjarni Grömar. Þau verða bara alltaf sama aldri og bara alltaf single, alltaf eins. Gæti ekki Hjálma komið með karakter? Helgi? Þannig að gæna hann á útvarpinu. Helgi með geggja karaktera. Helgi náttúrulega með sko Pétur út af sögu. Svo er hann líka með eitt sem heitir Marino. Já, ég var svolítið með hann. Og hann er mjög vinsæll. Og hann er eiginlega hvítuskonan nema kall. Já, það er gaman að Marino. Já, bara bróðið hvítuskonan. Já, svona, nei, við gerðum einhvern tímann, við letuðum hann að fara á sviðið á einhverju sýningunni. Þá var hann svona sáluhjálparinn hennar. Svo er hann meitt karakter líka sem heitir Arnar Freyr. Það er bara upptökum hann. Já, hann leikur hann stundum. Já, ég leik Það er engin Arnar, þið vitið það. Þið tökum þetta alltaf upp sjálfur. Það er þetta geggja. Hvað er bara sonur ykkar? Bara eitthvað gauð sem við tökum alltaf upp eitthvað í vídjói. Kemur bara inn í smá stund og fer svo út. Nei, hann er býrinn að rétt hjá. Heyrðu, þið eru bara nánar. Þið eru bara, hann grínsar bara hérna. Já. Eru þið að taka alltaf upp hérna sjálfur? Já, sko, við tökum oftast upp sjálfur en stund, við höfum verið með vinn okkar sem hjálpa, eða svona hann heitir Rúnar, fylgjast með sko. Þetta er vinnur Arnar, sko. Nei, það verður nú gáðan að við allir þekkjast. Professional setup er strákan. Já, mjög góðsýr og staðan svona þegar svona gestur okkar þá þú veist getur hann svona fylgst með myndaðar slekkur á sér. Já. Og sérstaklega þegar við erum ekki með þessa myndaðalar þá erum við venjulega myndaðar sem slökk á sér eftir hálftíma og það feikja aftur. Ég var búin að fá sér alveg myndaðalar. Maður er að byrja svona videobusiness, taka giftingar og svona. Nú er það? Já, ég er Rúnar, já. Við erum búin að kaupa icelandicwedding.com. Já, túristandi sko. Icelandicwedding.com. Þetta er náttúrulega bara geggjað. Rosalegt sko. Túristinir. Sexy íbúðir, fyrsta íbúðin á Hringbrautinni. Ég var búin að segja þetta í fermingunum minni. Ég sagði þetta alltaf í fermingunni. Við skulum fara að klára þetta svo þið getur fara. Hún er alveg að vera allt í góð. Hvað er myndalegri? Það náttúrulega talað um það að ég sé myndalegri. Persónulega finnst mér bara jafn myndalegri en það eru flestu sem tala um það að ég sé myndalegri. Þannig að sammála því. Já, þetta er bara það sem að hóparnir er að segja og ég sjálfsögðu myndi vilja að þetta væri öðruvísi en Hjálmar er með þetta. Akkur er þetta svona mikill kvennabósi? What's your secret? Sko, ég held að sé bara Ólega að byggja tips. Give me some tips. Já, málið það er sjálfsöryggi 1, 2 og 3. Auðvitað Öruggum með þig. En hvernig verður maður öruggum með sig? Með því að, sko, það er ekkert mál fyrir fólk, maður sé þetta fólk er að tala sér niður. Það er ótrúlega einfalt, líka þú dúlingur með eitthvað stórt nef og alls konar eins og þetta var hérna sko. En þá er auðvelt líka að tala sér upp. Aldrei gleyma því sko. Og maður finnst þessi jafnvægi en það er ekki þannig að það var hrókafullur. Bara vera ánægð með sjálfvæg. Það er endar í Hjálmar hefur aðeins farið við strikið þar. Ég þarf að tala með aðeins niður til að ná jafnvæginu og svo niður. Nei, maður þarf náttúrulega bara bókstaflega að fíla sjálf. Þú getur ekkert feika það að fíli sjálfvæg. Þú bara þarf að finnast þú vera aðeinslegur. Það er bara það er ekki þannig sagt að þið finnist aðrir eitthvað umulir. Þau bara finnast þú vera gegn. Bara það sem þú hefur fram að færa og þú veist, ég meina ástæðan fyrir því að ég var mjög lengi og bara hef aldrei getið verið með hæ podcasti þannig, þú veist, að því maður þarf náttúrulega að hafa trú á hlutunum á tæmir. Það er bara því að ég hafði enga trú á mér og hafði ekki áhuga á því sko. Maður langaði bara að feika mig, skilur. Maður langaði bara að feika mig eitthvað, ég get þóst verið eitthvað en mann verður raunverulega að finnast maður vera aðeinslegur og þegar maður byrjar á botninu þá er það mjög erfitt verkefni sko. Yes. Já, gotta love yourself. Yeah, gotta like yourself. Það er bara eitt svona hérna troll. Já, spurningur Hjálmar, Arsenal miklu betur en Tottenham. Já, reyndar rétt. Er það spurning? Já, það er spurning. Er Arsenal miklu betur en Tottenham? Ég er svolítið ekki samanlega því sko. Tottenham er hans betur sko. Sko, Tottenham er betur en Arsenal í dag. Það alveg var hreinu sko. Tottenham alveg fínt. Tökum kannski bara eitthvað spurningu sem væri svona Wycombe United er betur en Tottenham. Það er einfaldar að svara því. Wycombe er náttúrulega ekki í sömu deild þannig að það er auðljóst. Fjallu Championship. Þeir komnir í Division 1. Já, þannig að við getum alveg sagt strax að það er bara Tottenham er betur en þeir Hjálmar. Tottenham eru geggjær. Þeir eru góðir. Já, eru flott lið. Það vísu byggaraskápar að hann er alveg tróðfullur. Hann er tróðfullur að það er svona frá 1900 ekki að skipta einhvern máli hvaða byggar hann er tróðfullur að byggur þó að það getur komið nýlega og þeir byggu það til sjálfur. Þetta er svona innanhúsvelun fyrir besta húsvörðin fullt af svoleiðis. Það er ekki rétt. Besti leikmaður. Ég get komið og sýnt ykkur plagg sem ég á heima sem er bara með allir byggarnir bara
Eftir með plagg heima? Ég með síman, ég er alltaf að tvíta þessu, alltaf verið að segja byggarskapurinn tómur, þá var alltaf að meta tilbúið mynd sko. Allt svona riðgaðir gamli. Það eru geggjaði byggarar, eurobyggarar og dildabyggarar. FA Cup. Endur þetta síðan spurninginni, þetta er bara fín spurning, hvað ætlið þið að gera þegar þið eru stórir? Við eiginlega svona snertum að það. Já. En svona var eitthvað sem voru... Sko, ég hafði alltaf trú á því að ég færi entertainment bransan. Ég held ógeðslega lengi ég er atvinnumæður í fótbolta. Og ég var af 34-5 þegar ég hugsaði að ég verði ekki atvinnumæður í fótbolta. Ég hugsaði ennþá þá að ég bara kemur í stand 1 sumar og bara teki þetta. Þú veist, bara fæ samning bara 1 ár ykkur, bara Jörgjuping í Noregi eða eitthvað. Þetta er draumur sem að eiginlega sem flestir kallmenn þurfa alveg bara svona, þú veist, þeir eru í einhvern bolta, innanúsbolta, eru bara eitthvað, ég er bara hrikalega góður, ég er það góður að ég gæti og svo sérðu eitthvað mark og skora hann ekkert ósvipa mark og þetta, en þá náttúrulega scenario er að það að þú skorar þetta sko í Brimborgarbolta á móti sko mönnum sem voru allir 30 km og þungir eða eitthvað þú veist, og þú veist bara að reyna þetta svona 900 sinnum í tímanum sko, þannig að þú veist en svo ég vissi einhvern veginn og ég bara alla ævi trúa því að ég myndi fara í entertainment þú veist, það er bara, ég er bara, þú veist, ég held að það hefði bara ómöld að gera það ekki sko. Akkur. Það er bara eitthvað sem tógað í mig sko. Bara svona að vera í eitthvað svona skemmta, þú veist, fá eitthvað út í að fá fólk til að hlæja eða eitthvað svona sko. Það er bara svo rosalega sterkt í manni. Og smá svona powerbank eins og Helgi segir. Eins og powerbank. Sko, Óli getur kvótað ykkur endalist. Það er svona, þú svona transfer energy yfir í aðra skilur þú með nóg, svona 20.000 milliamps stór power svona spennujafnari já, líka en ég sko, ég myndi segja amma sagði mig, sko, þú verður bankastjóri þú getur keyrt með á fína bílniðinum það er ekki útilokað það gerðist ekki, það er ekki útilokað Helgi veit ekki við Íslandsbanka sem komin á markað svo var svona pælinginu mér svolítið svona ég var alltaf einhvern veginn, ég vildi með svona entertainment, svona skemmtum og ég sá fyrir mér þú veist, markastjóri kók það var svona einhvern veginn já, svona léttu starfi svona gaman tengdur að gera eitthvað skemmtilegt það var ekki en svo varði ég svona þú veist, og svo fyndi það því að ég var í mastersnáminu, þá byrjaði ég að blogga ég var alltaf að setja fæslur inn, þú veist, bloggið og ég var að fá sko 20-30 heimsóknir á dag og ég maður bara, mér fannst það bara, þú veist, ég var að fylgja bara 16 sem kom í dag 20, svo bara shit, 35 sem heimsóttu vefsíðunum mín í dag, bara þú veist, að vita af þessu, svo þegar ég fór og var með mem.is, þá í raun og veru var það líkast því sem ég hafði gert í mastersnáminu, ekki námið sjálft heldur bloggið að ég var bara einhverju vefinsjónakerfi nema ég var að hættur að vera með sko 20 eða 30 á dag, ég var með 20.000 eða 30.000 á dag og svo núna þegar við erum með podcastið, þú veist, þá erum við bara aftur bara, nú erum við bara fólk að downloada podcastun okkar skilur, þá erum mánuðirnir orðinir, þú veist, ég veit ekki já, maður er bara í þúsundum, skilur tölur eru svaklega, sko, það eru svo addicting en svo hef ég svolítið upplifað það að ég var rosalega upptekinn að því þegar ég var menn.is bara hvaða tölur vera og svo þegar ég tekið eftir með podcasti ég er ekki upptekinn að því að því að endanum er þetta bara nýr dagur maður læri svolítið á það líka og vill bara gera þetta vel ég held ég var aldrei bara, jú, það er þetta algjör lígi sko en það gera mjög sjaldan að ég skoði hverju skoða stóri hjá mér í Instagram, já, ég er svona einhvern veginn bara ég gerði það ekkert fyrst sko maður gerir það meðan þú sér bara að það eru 100 mann svo þú getur svona séð yfir bara en svo þú veist, þú er komið 2, 3, 4 mann að skoða stóri, það er ekki eins og getur verið eitthvað að renni gegn það ég gera bara aldrei nei, það er svona, það getur líka verið allt svona þetta er líjandi og líka þú getur séð hvernig fólk eftir út já, okkur hættin að horfa þessi eitthvað svona sko þetta er náttúrulega fáranlegt sko hvað maður sér mikið ég tjekka þetta er fella, bara til að hverju verafætt sem er orðast já við erum með eitthvað 2 eitthvað það verður fætt accounts já, það er nokkrir sko nokkrir já, ok, það er vel gert það er komið 3 ásum sko þeir fella náttúrulega að fljúa upp listan sko ég skil ekki alveg akkur við komum til 20 ásta við vorum svona við hliðan ykkur þú veist, við vorum bara með eitthvað svona er það þannig Spotify? já það gerðist eitthvað með Spotify sem ég skil ekki já það er bara allir einhvern veginn hrundu einhvern veginn nýju þeir fóru í sama rytma og Apple voru í fyrst sko, það var eitthvað svona og þá var það, ef þú áskriftar þá ríkur upp listan í Apple gerir svolítið þannig sko máli er það vantar sko eins og það er í vefbransanum samræmda vefmælingu
þú getur alveg séð samt sent út alltaf tölur en það þyrfti að vera bara tölur á bakvið maður myndi bara vilja sjá að því að listanir í raun og veru sem fólk sér þeir eru byggðir á eins og bara nýjum subscribers downloads og alls konar fyrst ný podcast sem kom inn geta oft rokið upp að því að það getur ekki nýtt podcast þá getur rokið bara top 4 bara strax Beggi Ólafs er búin að stöður hann er bara stöður en líka bara eftir fyrsta þáttinn það bara skust hann upp bara efst Já, ég held að sé líka sko, við komumst í 20. sæti, við erum samt bara með sko 10.000 samtal sko. Já, á Spotify og allt þessu sko. Og svo er þetta auka 10.000 á YouTube sko. Vel gert. Fáralega vel gert sko. Já, takk fyrir það. En við fengum sko eitthvað 800 spilanir á 4 dögum og það var út af, ég held að það var aðal út af TikTok og Ingo BH sem er TikToker, veist hvað það er? Nei, það er stór TikTok stelpa og hún er og við setjum alltaf trailer út á TikTok og hennar trailer er núna komin svona 170.000 spilanir á TikTok. TikTok er snild, það er briljant. Við erum að dominita #hlaðar på TikTok. Ég held að þú búin að segja þetta hver einasta hlaðar. Ef þið myndi koma á þetta, þið myndi dominita líka sko. Það var smá svona samkynning. Við erum búin að fá sko 25.000 likes á TikTok bara svona tveir fellar tengt sko, bara svona hlaðvörp hashtag tveir fellar kom með yfir 500.000 spilanir á þarna TikTok sko. Bara Íslendingar. Vel gert. Ég plata tæknamann eitthvað til að klippa ykkur þetta bara. Já, við getum bara röltið seint til að svona. Getið þið rettað? Getið þið talað við hann? Já, það er rettað þessu. Nei, fífuseli, það er bara einnig hliðina. Þetta er fáránlega góða punktur. Og það er eitt sem við þurfum að gera okkur upp í. Já. Nú vantar Arnar til að maður byrjaði að tala frá mæknum Arnar er alltaf þetta er 32-bit, við getum hækkað eins og við viljum henni bleið með þetta alveg Arnar, við tökum þáttun upp í einu sko. og svo bara stopp og svo bara út, sko. Já, þannig það er engin eftirvinnsla og líka vídeoið, það er bara mixer Hjálmar er bara á mixernum og svo þegar þáttun er búinn þá er bara vídeo myndbandi búið þetta heitir Blackmagic klippubor svona ég er spæði fór mér hann hann getur líka livestream með það þá getur þú tekið þau upp og meðan þú ert að spyrja þá ert að skipta milli vél já, við þurfum svoleiðis ég ætla að plata Rúnar í það sko shit hvað er leiðilegt að vera í tölvunni eftir það er alveg handy sko það er eitthvað mistakes og eitthvað svona þess að maður getur gert all en er eitthvað loka orð sem eitthvað sem þið viljið segja bara fáralega ánægð með ykkur tvo já, mjög flottist rákar mér finnst það geggjað sko haldið áfram, hafið trú á okkur og ánægð líka að hafa mætt mjög ánægð að hafa mætt mér finnst það hrikalega gaman sko og þið láta okkur vita að þáttur ekki mút í dag við pimpum þetta geggjað og við fögnum samkeppninni og við sjáum bara morgun klukkan 8 það er bara svolítið tveir fellar í húsinu tveir fellar in the house takk hjá allir hlusta á hæ og followið þá Hjálmar er 10 ekki? Nei Hjálmar er 110 og Helgi Torfi Jensen það er bara Helgi Jensen Helgi Torfi Jensen bless